Jæja. Komið öll sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin á þennan viðburð sem Náttúruverndarsamtök Austurlands og Landvernd standa að, þar sem við ætlum að fræðast saman mismunandi áhrif þess að nýta vindorku á náttúru. Ég heiti Guðrún og formaður Naust og með mér í undirbúningi hefur verið nafna mín sem fræðslustjóri hjá Landvernd, auk stjórna beggja samtakanna og ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott og skemmtilegt samstarf að vanda. Og það gaman að geta þess að Þorgerður María og Björg Eva, formaður og framkvæmdastjóri Landverndar, voru einmitt að klára stefnumótunarfund með félögum hér í næsta húsi. Svo þetta mikill náttúrudagur hér á Egilsstöðum. Já, og það hefur talsvert verið talað vindorku síðustu misserin í samfélaginu, bæði kosti og galla ýmissa þátta, en okkur finnst vanda aðgengilega upplýsinga með áherslu á náttúruna og okkar félagsfólk var einmitt að óska eftir fundi eins og þessum. Og okkur finnst einnig bera á talsverðu upplýsingaóreiðu þar sem því hefur verið haldið fram að áhrifin á náttúru sé allt frá því að vera óveruleg og 100% afturkræf yfir í að vera mjög mikil og óafturkræf. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að það eru marga hugmyndir á borðinu frá hinum og þessum fyrirtækjum vindorkuver hér og þar landið og með annars náttúrulega hérna fyrir austan. Á næstu misserum verða því tekna marga og mögulega stóra ákvarðanir sem varða náttúru landsins og það að sjálfsögðu hagur okkar allra að sú umræða sé byggð á áreiðanlegum upplýsingum og meðvitund áhrif á náttúru. Og auk þess finnst okkur persónulega alltaf fagnaðarefni þegar að náttúran og náttúrufræði umræðu efnið í samfélaginu. Það bólaði afar lítið á því í síðustu alþingiskosningum til dæmis, því miður. Enda erum við að tala hvorki meira né minna en mikilvægastu grunnstoð okkar lífs og samfélags. Og þess vegna erum við mjög spennt fyrir þessum viðburði og glöð að hafa fengið til okkar góða gesti sem hafa kynnt sér vindorkumálin út frá sjónarhorni náttúrunnar, sem alls ekki einfalt þegar það engin reynsla þanniglega séð af þessum iðnaði hér á landi og eins og við vitum eru náttúrufarslegar aðstæður hér margt ólíka því sem gengur og gerist á meginlöndunum í kringum okkur. Við skiptum dagskráni upp milli missandi þáttar náttúruna. Fyrst fáum við að heyra landslag og víðernin okkar, síðan búfénað og gróðurfar og svo fuglana. Þá ætlum við að taka smáhlið og gæða okkur á léttum veitingum hér í boði Naust og eftir hlið skiptum við aðeins gír, fáum erindi sem meira á almennu nótunum áhrif á umhverfi og samfélag og svo fáum við líka svæðisbundna umfjöllun það sem sveitarfélagi hér hefur verið að vinna að í tengslum við nýtt aðalskipulag. Við erum þess fullviss að þetta gefi breiðan þekkingagrunn og skapi grundvöll fyrir góða umræðu sem munu fara fram í lokin. Við ætlum að biðja ykkur að bíða með alla spurningar þangað til í pallborðinu, svo við höfum nú örugglega nægan tíma í það. Og eitt sem við viljum líka nefna örstutt að hvetja ykkur til að skrá ykkur í Naust og Landvernd. Við erum með svona gamaldags skráningakassa hérna frammi. Kassan smíðaði ég þegar ég var í grunnskóla, svo hann í alvörunni gamaldags. En svo líka hægt að skrá sig hvenær sem á heimasíðun okkar og heimasíðu Landverndar. En þá bara skulum við byrja ballið. Þorvarður Árnason ríður á vaðið, forstöðumaður rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Höfn í Hornafirði. Gjörðu svo vel, Þorvarður.
bara setja hana. Góða kvöldið. Starta þessu fyrir þig? Já. Ég nú byrjaði að þakka kærlega fyrir þetta góða boð með að koma hingað og tala við ykkur. Þakka bæði þá Naust og Landvernd fyrir það. Svo ég segi ykkur örlítið frá mínu bakgrunni eða hvernig stendur á því að ég fenginn hingað til að ræða landslagsvíðerni. Þá ég með doktorspróf í umhverfisfræðum, líffræðingur í grunninn. Ég var í faghópi, sérfræðingur í faghópi rammaáætlunar í 3. og 4. áfanga, þar sem að ég var með megin ábyrgð á mati á landslagi og víðernum. Ég hef unnið mikið af landslagsrannsóknum og núna seinni árin líka bætt við víðernum. Þannig að ég tel mér nú vera talsvert fróðan þetta, en það er auðvitað ykkar að dæma hvort ég segi nokkuð að viti. En sem sagt, það sem ég ætlaði svona í grófum dráttum að ræða í kvöld, fyrsta lagi að útskýra hvað ég á við með þessu orði vindorkuvæðing. Því ég ekki viss að allir gera sér grein fyrir því hvað í pípunum, hvað í mögulegi vændum. Síðan ætla ég að þá tala náttúrulega áhrif á landslag og áhrif á víðerni, eins og ég hef búin að lofa. Ég þarf að halda svolítið þétt á spöðunum, þannig að allt og mikið að glæra með svo venjulega. En náttúrulega bara eðlilegt og sjálfsagt að byrja á náttúrukortinu. Náttúrukort Landverndar mikill fjársjóður þekkingar og þarna sýnist mér nokkurn veginn svona uppfærðar staðsetningar á nöfn á þeim virkjana hugmyndum sem eru á borðinu. Mér telst til að það séu 45 vindorku hugmyndir á þessu korti. Það af reyndar allavega eitt sem er þrítekið, en það nú kannski ekki skrítið. En víðernakortið, náttúrukortið, það býður upp á alls konar möguleika á að skoða virkjanahugmyndir í vindorku, jarðvarma eða vatnsafli og út frá alls konar þekjum, alls konar upplýsingum náttúrufar og annað. Þannig ég hvet ykkur endrið til þess að kynna ykkur vel náttúrukortið. En svona kannski öruggust upplýsingar sem við höfum hvað raunverulega í pípunum, það eru vindorku hugmyndir sem hafa verið lagðar fram til rammaáætlunar og núna eru í samráðsgáttinni tillögur verkefnisstjórnar 5. áfanga rammaáætlunar varðandi þá 10 virkjanakosti sem voru skoðaðir, virkjana hugmynda. Maður fyrir að tiltaka sér þessa orðræðu sem alveg óþolandi. Vindorku lundir, vindgarðar. Þetta svo grænt og vænt allt saman. Já, þetta eru vindorkuver. Bara einfalt, alveg svo vatnsorkuver og jarðvarmaver. Það bara svo einfalt. Nú, til viðbótar við þessa 10 sem var fjallað í rammaáætlun 5 og alla settar í biðflokk, þá hafa verið skilgreindar til rammaáætlunar af hálfu Orkustofnunar 27 hugmyndir í viðbót og svo eru 2 sem voru afgreiddar í rammaáætlun 3 og 4, reyndar Búrfellslundur eða með svolítið handafli af hálfu alþingismanna. Ef maður skoðar síðan þær upplýsingar sem maður finna á vef rammaáætlunar, þá fann ég 5 virkjana hugmyndir í viðbót sem eru ekki á þessum lista sem ég sýndi ykkur áðan. Þannig að sennilega eru þetta yfir 40. 40 hugmyndir sem hafa komið fram innan við áratug. Nú, hvar eru þessar hugmyndir? Þetta kort sem aðstofamenn minn bjóð til út frá þessum 39 stöðum sem eru talað í skýrslu verkefnisstjórnar og þið sjáu að þetta
svona nánast út allt land, við fáum að vera í friði á Suðausturlandinu einhverjum ástæðum. Oft þetta hnappdrift, þetta eru margar hugmyndir sem eru á sama stað, væntanlega því þetta eru einhverju áleitlegir staðir. Það bara, ég dáist af þeim sem að halda út í náttúrukortuna því það má hafa sér allan við að fylgjast með tilkynningum matsáætlanir og matskýrslu sem hefur verið að setja inn á vef Skipulagsstofnunar. Þetta eru svona bara dæmi þessa nýjustu, svo síðasta var frá 31. mars. Ef maður skoða síðan skipulagsgáttuna, þá eru þetta held ég 9 vindorkuver sem eru einhvers staðar í skipulagsferli. Þannig að þetta að gerast. Oft flestar eru bara verið að kynna matskýrsluna, en sumar eru komna lengra, eins og til dæmis Klaustursels. Hér allir hleypa hratt yfir, ég nú ráð fyrir því þekki þetta. Vindorkugarðurinn í Fljótsdalshreppi, sem komið kynning á. Og síðan það Klaustursel, þar liggur fyrir lagð fram eiginlega matskýrsla og það komið álit sem mjög athyglisvert. Ég hvet ykkur til þess að skoða álit Skipulagsstofnunar á matskýrslunni fyrir Klaustursel. Og sjáum við hvernig hún lítur út. Við skoðum aðeins, þetta er bara úr svona einfaldri útgáfu sem á vef Orkustofnunar, og þá sjáum við svona helgunarsvæðið eða kjarnasvæðið, sjást hvað túrmýrurnar eru staðsettar, og svo kemur þetta sem svona kannski kjarni málsins fyrir okkur í kvöld. Þetta sýnileika kort. Og til útskýringar að þá nær ysti hringurinn, hann með 45 km radíus frá kjarnasvæðinu. Og þetta svo fjarlægð sem mælt með að sé notuð af skoskum náttúruverndaryfirvöldum og það eru flestir farnir að nota þetta. En þið sjáið sem sagt að svolítið kannski erfitt að lesa þessa mynd, þarna eru litirnir helgast að því hversu margar túrbínur eru sjáanlegar. Þetta ein leið, eitt af því sem gerir samanburð og bara skilninga á þessum hugmyndum greiðan það að menn að nota mismunandi framsetningaraðferðir, meðal annars á sýnileikakortum. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala yfirleitt í þessum virkjanahugmyndum vindmyllur sem væru með spaðahæð frá 200 og upp í 250 metra, mögulega því það mjög hröð framþróun að þegar og ef þessar vindorku vera byggð, þá gætu spaðahæðin verið farin að slá upp í 300 metra. Og þetta þýðir, þetta þvermálið á spöðunum eða sem umfangið gríðarstórt. Og kannski stóra vandamáli varðandi mat á landslagsáhrifum vindorkuvera hérlendis það að við erum ekki með neinu vindorkuver. Þannig íslenskur almenningur hann hefur ekki fengið að kynnast þessu. Fólk veit ekki hvað þetta Og hér svo þriðja virkjanahugmyndin í ykkar nágrenni, eða hér svo til önnur leið varðandi framsetninguna. En til að þið viljið kynna ykkur þetta betur, þá bendi ég okkur á skýrslu sem við unnum í 4. áfanga rammaáætlunar sem hægt að finna á vef rammans, landslagsáhrif vindorkuvera. Og þar kynntum við til sögunar aðferð við sýnileikagreiningu sem tekur tillit til þess að sýnileiki hvers sem ekki bara túrbína, heldur hvers sem minnkar með fjarlægð. Einfaldlega bara út af því að það andrúmsloftið, það deyfir sjónlínuna og eins geta alls konar mishæðir í landslagi farið að hafa áhrif. Og hér sjáum við 4 af 8
vindorkuhugmyndu sem að við vorum upphaflega að skoða í rammaáætlun 4. Hér sjáum við þennan fræga Búrfellslund sem heitir núna hvað ekki, Vaðölduver, já. Og þið sjáuð að hérna miðum við sko við 40 kilometra. Hér aftur er hérna í Þykkvabæ og það sem ég bara bendi ykkur á hérna er hvað skiptir máli hvernig topografían eða landslagið er, hversu mikill sýnileikinn verður. Og annað sem er mikilvægt að ef að það verða reist mörg vindorkuver í nágrenni hvert við annað, þá verða samlegar áhrif. Þetta er ekki bara spurningum sjónræn áhrif frá einu vindorkuveri, heldur geta mörg verið að hafa áhrif á sama byggðarlag eða sama bóndabæ eða hvað. Nú, síðan er starfsmaður minn, Kieran Baxter, hann hélt svolítið áfram með þessa vinnu og skrifaði skýrslu sem hann var að gera drög af staðlaðri aðferðafræði varðandi framsetningu á sjónrænum upplýsingum vindorkuver. Og þarna var meðal annars verið að búa til svona sem er á ensku kallað photomontage. Það eru ljósmyndir þar sem að vindmyllur eru teiknaðar inn á raunverulega ljósmyndir. En svo líka hægt að búa til, gera þetta í tölvu og búa til ops. Já, hér á vefsjá rammaáætlunar þar má finna ýmislegt sem er byggt á okkar vinnu. Þetta eru svona tölvumyndir, það er að skoða þetta sem í þrívídd. Nú landslag, hvað er landslag? Þetta er skilgreiningin í íslensku náttúruverndarlögum sem að kemur fyrst inn 2013, sem er ótrúlegt í raun og veru. En það sem að skipti máli þarna er í fyrsta lagi að í samkvæmt skilgreiningunni þá er skynjun manna óhjákvæmilega hluti af landslagi, en svona hið físiska landslag getur hvort heldur verið algjörlega náttúrulegt eða algjörlega manngert og allt þarna á milli. Síðan er boðið upp á þennan nýja friðlýsingarflokk sem er landslagsverndarsvæði og það eru 2 svoleiðis sem hafa orðið að veruleika. Rannsóknir á landslagi eru skelfilega litlar á Íslandi sem að núna er að koma óbáslega mikið í baki á okkur, að því gróflega má segja að 60–70% af umhverfisáhrifum vindorkuvera er á landslag og víðerni, síðan kannski 20–30% á fugla og svo rest. Já, sé það. Já, ok, víðerni, bara enda þetta hratt. Í augnablikinu eru til 4 ólík, eða eiginlega 5 ólík víðerni hvort í gangi. Og við erum að bíða eftir því að fá reglugerð frá ráðuneytinu. Núna fyrir skömmu kom út skýrsla á vegum ráðuneytisins sem var gert samanburð á mismunandi kortlækningaraðferðum og þarna kemur fram að grunnurinn að kortlækningu víðerna á landsvísu á að miðast við skilgreiningar ákvæði náttúruverndarlaga, sem aftur þýðir að þetta sem er kortið mitt, það er það sem kemst næst því að mæta þessari skilgreiningu. Að lokum bendi ég á greinargerð sem að fylgir þessari skýrslu frá rammaáætlun 5, greinargerð frá FAUB 1, þar sem fjallaði niðurstöður á mati FAUB 1 á landslag og víðernum. Þakka ykkur fyrir. Takk fyrir þetta, Þorvarður, en við
dembum okkur strax í næsta erindi og það hún Vigdís Freyja Helmutsdóttir, líffræðingur hjá Land og skógi, sem að flytja það. Gerðu svo vel, Vigdís. Og það vatn. Takk fyrir að bjóða mér að koma hingað. Rannsóknarefni mín hjá Land og skógi eru votlendi, en árið 2003 þá var ég fengin á rammaáætlun til að taka saman skýrslu þær heimildir sem voru til áhrif vindorkuvera á landbúnað og ætla bara að gefa okkur stutta samantekt á því. Vonandi verður hún gerð aðgengilega í kjölfarið þessum fundi á vefsíðu rammaáætlunar, einhverjum ástæðum er ekki ennþá komin þar inn. Þessi mynd sýnir mögulega ásýnd fyrsta vindorkuvers Íslands og það sést þarna fremst þessar 2 tilraunavindmyllur sem eru nú þegar á svæðinu. En mér langar að bara byrja á því að skerpa á því hvernig vindorkuver skera sig frá öðrum orkuverum. Það meðal annars út af því að þær samastenda af mörgum sundurlausum einingum sem dreifa sér yfir stór landsvæði og lifa þótt í sambýli með annars konar landnotkun. Og erlendis náttúrulega mjög algengt maður sér rosa víða vindmyllur á landbúnaði eða beitilandi. Og núna á undanförnum árum hafa verið að koma ýmis svona duldari áhrif fram á búfénað og gróður líka. En bæði innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að almenningur á Íslandi vill frekar hafa vindorkuver á landbúnaðarsvæðum á landlendi heldur en á hálendi landsins, sem ég svo sem alveg sammála, en ætla samt að segja okkur frá hvaða áhrif það hefur. Helstu umhverfisáhrif vindorkuvera sem tengjast landbúnaði eru kannski fyrst og fremst gróðuraskið, sem verður ekki bara út af vindmyllupöllunum sjálfum, heldur þarf líka að setja upp kranapallu hverja vindmyllu og svo eru vegir og fleiri mannvirki sem að fylgja þessu. Ein rannsókn til dæmis reiknað út að fyrir hverja 1,5 megavatta vindmyllu raski hún að meðaltali 2500 fermetrum af gróðurlandi, á meðan sama tala fyrir 3 megavatta vindmyllu var 5800 fermetrar og það var án þess að vegir væru teknir með í reikningin. Og þetta eru sambærilegar myllur og áform eru að reisa á Íslandi. Og þar sem að framkvæmdi raska gróðurfari þá hefur það náttúrulega augljóslega áhrif á búsvæði þeirra dýra sem að nýta svæðið og getur þá aukið til dæmis beitarálag á nærliggjandi svæðum. Og núna gengur sauðfé á sirka 60% af heildarflatarmáli Íslands og það má gera ráð fyrir til dæmis að stór hluti þeirra svæða sem eru fyrirhuguð undir vindorkuver séu nýtt sem afréttir fyrir sauðfé. Og svo náttúrulega líka þarf að hafa í huga að vindorkuver henta langbest á flötum og vindasömum, oft rýrum graslendi sem mólendisvæðum sem eru þegar viðkvæm fyrir rofi og tala ekki þegar þetta eru á hálendinu. Síðan erum við með hljóðmenguna sem ekki verið að tala hún er stöðug og kemur bæði frá rafbúnaðinum og út á snúningi spaðana. Og hávaðinn eykst með stærð, minnkar með fjarlægð, en vindátt og vindstyrkur hafa líka áhrif. Það er yfirleitt gefið upp hljóðstyrkur við 8 metrar á sekundu, það er 106 decibel þarna næst vindmyllunni, þegar komið í 300 metra fjarlægð, það er komið í 55 og síðan í 1500 metra fjarlægð þá er það komið niður fyrir 40 decibel sem er það sem er skilgreint fyrir kyrrlát svæði. Hins vegar þá gefa vindmyllur ekki bara hljóð frá sér sem að við heyrum, heldur líka látin hljóð og svo kvöldu innhljóð sem ég ætla að segja ykkur betur frá eftir. Sjónmynd hefur kannski ekki mjög mikil áhrif á búfénað en getur til dæmis verið fælandi fyrir hreindýr og brotið upp búsvæðin þeirra. Svo hefur líka fjöldi ritrindavísindagreina komast að því að vindorkuver hafi áhrif á svokallar nærviðri eða microclimates sem ég mun líka segja ykkur betur frá eftir. Svo er efnamengun. Hún getur til dæmis verið í formi vélarolíuleika en það er líka búið að vera að tala mikið örplastmengun í samhengi. Þá sérstaklega út af veðrun spaðana því þeir eru úr plastefnum aðalega trefjagleri og húðar með epoxy. Og
tölur það hversu mikið örplast losnar frá spöðunum mjög mikið á reiki, en ég fann eina skýrslu frá sænsku vindorkusamtökunum, þau töldu sig geta reiknað út að vindmyll spara veðrist 150 grömm á ári, og ef maður margfaldar það þá með öllum vindmyllum í Svíþjóð að þá samsvarar það samt ekki nema bróti af öllum samanlegum uppsprettum af örplasti þær í landi, þannig að kannski það ekki aðal áhyggjuefnið eins og staðan En það almennt talið að vindorkuver hafi minni áhrif á búfénað heldur en vilddýr, vegna þess að eldisdýr eru náttúrulega vanari áreiti og mannvirkjum, en það eru samt miklu færri beinar rannsóknir til að áhrif vindmylla á búfénað heldur en á vilddýr. Flest eldisdýr eru til dæmis mjög neðarlega fæðukeðjunni, grasbítar hafa þróast frá dýrum sem voru bráðir í náttúrunni og flýja rándýr og sýna streituviðbrögð út af hljóðum og framandi hlutum. Og það er mjög mikið rannsóknum áhrifum hávaða á streitu hjá dýrum. Og ef þau eru girðinga þá getur náttúrulega ekki forðað sér og það getur verið ennþá meiri streituvaldandi. En þannig komum við aftur af þessum lágtíðni og innhljóðum eða infrasounds. Þetta er hljóð sem er á mjög lágri tíðni sem menn geta bara greint við mjög hán hljóðstyrk. En fuglar og fílar heyra þessi hljóð og svo eru líka hvalir og önnur sjáaldýr sem nota þetta til samskipta. Þessi hljóð verða líka til af jarðeðlisfræðilegum orsökum eins og til dæmis við jarðskjálfta, eldgos og loftsteinahrinur, óveður og svo framvegis. Þannig að það geta þjónað vistfræðilegum tilgangi fyrir dýr að heyra þessi hljóð og getur það verið algengara heldur en við teljum. En þetta hljómar eins og svona púlsandi þrýstingur í eyrunum getur valdið óþægindi til lengdar og áhrifum út af þessum hljóðum hefur verið kennt svokallað wind turbine syndrome eða heyrt það. Ef maður googlar þetta þá fær maður alls konar niðurstöður neikvæð heilsufarsleg áhrif bæði á dýr og menn, en það er rosalega erfitt að staðfesta þessi áhrif með rannsóknum. Hins vegar hafa verið gerðar nokkrar beinar rannsóknir í Pólandi út af því að það eru skortur þar á reglugerðum og þess vegna hafa vindmyllur oft verið settar þar niður mjög nálægt eldisstöðum búfénaðar og það eru til dæmis þessar rannsóknir þar sem voru annars vegar eldisgæsir og hins vegar grísir aldir í mismunandi fjarlægð og við erum að tala bara 1-2 megavatta vindmyllu Það voru mæld bæði heyranleg hljóð og innhljóð í mismunandi fjarlægðum frá vindmyllunni og 3 sinnum með tímabilið var þyngd eldisgæsanna mæld og styrkur stresshormónsins kortisons og mældur og í lokin að þá voru gæsirnir sem voru aldrei næri vindmylla meðaltali nánast kílói léttar en hinar og með 3-falt herra kortisón í blóðinu sínu. Og svo kom líka í ljós að eftir slátrun þá var 3-falt minna af fjölómettuðu omega-3 fitusýrunni sem heitir alfa-linoleic acid í kviðfitunni hjá gæsunum sem var alin næst vindmjölni í 50 metra fjarlægð, en þetta gerist út af því að stress er að auka þarna oxunálagið í líkamanum og þetta er til dæmis eina af fitusýrum sem er nauðsynleg fyrir fólk að fá úr sínu mataræði og þannig komna fram vísbendingur að vindmyllur geta mögulega minnkað næringargildi dýraafurða. Samanborið síðan við aðrar rannsóknir á stresshormónum í eldisfuglum kom síðan í ljós að þessi hópur sem var alin þarna í 500 metra fjarlægð frá vindmyllunni var samt með herra kortisón í blóði heldur en dýr sem voru alin ekki nálægt vindmyllum og þess vegna var þessi 500 metra fjarlægð líklegast ekki nógu örugg og þess vegna í næstu rannsókn sem var framkvæmd á grísum þá bættu við einni fjarlægð sem var kílómetr og þarna voru aftur mældur styrkur bæði innhljós og heyranlegsljós og það sést til dæmis að styrkur innhljóðsins hann lækkar hraðar heldur en styrkur heyranlegsljós með fjarlægðinni og eftir slátrun þá voru gerðar mælingar á vöðvum grísana og þar var 40% lægri hemjárngildi, það voru 50% lægra hlutfall af fjölómettuðum á móti einómettuðum fitusýrum og 3% lægra sýrustig. Og þetta er allt þættir sem að stafa af óxunarálagi út af streitu og getur lækkað næringargildið aftur. Og við vitum til dæmis ekki hvort að
Þessi áhrif myndi vera meiri ef við værum með fleiri vindmyllur eða stærri vindmyllur, en við vitum að hávaðinn eykst með fjölda vindmylla, þannig við getum alveg ímyndað okkur að það geti verið. Og þess vegna svona algjör minimum varúðarregla geti verið að halda ekki dýr innan þeirra fjarlægðar frá vindmyllu sem samsvarar tífaldri hæð hennar, og til dæmis fyrir 150 metra háa vindmyllu þá það 1,5 kilometrar. En á Íslandi þá eru til dæmis svín og fiðurfé eða sinni stuttu ævi mestmegnis innandyra, og þar eru líka önnur hljóð eins og frá vélabúnaði eða frá dýrum sjálfum sem geta verið streituvaldandi, og við vitum ekki hvort að þessi hljóð yfirgnæfi þá hljóðun frá vindorkuverunum eða hvort það hafi möguleg samfélagar áhrif. Svo líka er þetta að segja til hvort að dýrin geta vanist þessu hljóði á hverju tímapunkti. En já, þó að reyndir séu tæknilega ekki húsdýr, þá langar maður bara rétt svo koma inn á þau líka, það sem á Austurlandi. Sem sagt, samkvæmt norskri rammaáætlun þá ekki með öllu leyti óheimilt að reisa vindorkuver á þekktum hreindýrasvæðum, en flokkar samt undir land sem óæskilegt til virkjunar vegna hagsmuna árekstra. Hreindýr sem ferðast stórsvæði eru viðkvæm fyrir truflunum sem geta brotið upp farleiðir þeirra og búsvæði, og rannsóknir frá Noregi og Svíþjóð sýna fælingaráhrif vindorkuvera, sérstaklega á hreinkýr sem eru með kálfa, og svo eru óbein áhrif líka vegna vega, raflína og annarra mannvirkja sem fylgja þessum virkjunum. Já, svo eru náttúrulega mögulega áhrif líka á beitargæði, en ég get ekki fundið neinar rannsóknir sem að skoðuðu bein áhrif vindmylla á lífmassa gróðurs og tengdu það við afkomu beitadýra. Þannig við vitum í rauninni ekki það. En ef þið hafa áhuga að vita meira hreindýr, þá getum við skoðað hún Aðalbjörg Egilsdóttir sem líka líffræðingur, hún gerði svipað samantekt þar sem hún tók saman áhrif vindorkuvera á hreindýr og sauðfé, og það hægt að nálgast hana á vefsíðu rammaáætlunar. En sem sagt, nú komum við á gróðrinum, og það mikill fjöldi vísindagreina sem að sýna að vindorkuver hafi áhrif á svokallað nærviðri eða nærloftslag, og það gerast þegar spaðarnir snúast að valda lóðréttri blöndun á loftinu, og nóttunni að þá situr heitara loft ofan á kaldara lofti, og þá svokallað viðnámskvolf til stöðugt. En á degi til þá það venjulega bara óstöðugt út af sólargeislum sem að hitar yfirborð og gerir það verkum að blöndun vindmylla yfir daginn hefur minni mælanleg áhrif. Þetta veldur því að yfirborðshiti getur hækkað, og við erum að tala allt að 1 gráðu hlýnun yfir nóttina. En þetta ekki eiginleg hlýnun, þetta tímabundin hlýnun og staðbundin, en hún getur haft áhrif á gróðufar, útgufun vatns, kolefnisringrásvistkerfa eins og loftslagsbreytingar. Og já, við skulum bara sleppa þessu. En í þessu samhengi þá rekst ég á eina rannsókn sem tók saman til svæðiheiminum þar sem vindorkuver myndi hafa sem minnst áhrif á nærveri, og þetta stærða sem hreyfiorka loftsins mjög mikil til að byrja með, og Ísland lenti í þessum flokki, þannig að við vitum ekki hversu sterk áhrif vindorkuver mun að hafa á nærveri á Íslandi, en ég myndi segja að það væri bara kjörið tækifæri til að rannsaka það nánar ef við ætlum að fara í þennan pakka. Það segja bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Vigdís. Nú, síðasta erindi fyrir hlé flytur hann Jóhann Óli Hilmarsson. Hvað þetta? Fuglavísindamaður og fuglaljósmyndari. Gjörðu svo vel, Jóhann Óli. Hvað ger ég? Já, ef þú vilt nota bendilinn, þá það bara fram og tilbaka, en svo getur líka bara ítt á space. Hvernig setja ég, já. Bara þennan. Hvernig fer ég tilbaka? Svona, aðeins að læra á þetta, það yngar tölvur eins. Já, sælverði, ég var beðinn að koma og
tala eins fugla og vindmyllur. Ég nota orðið vindmylla, ég veit ekki, það nú ekki verið að mala neitt en þetta bara orðið vani og ég búinn að vera að garfa í þessu í nokkur ár og meðal annars með í samstarfi við Náttúrulæknastofuna fyrir austan og ég vildi hefði reynda að vilja fá Hálfdán Helga til að standa en hann var eitthvað upptekinn þannig að það var búið að fara 2 hringi kringum landi og alltaf renduðu báður á mér þannig að hér ég og ég ætla að segja ykkur fyrst frá hvað við höfum verið að gera í þessum rannsóknum og það verið að kanna áflug, hugsanlegt áflug á vindmyllusvæðum, fyrirhöfum og það verið að skoða eyðileggingu búsvæða og líka hvernig fuglar þeir geta breytt farhegðun sinni ef vindmyllur eru settar upp á farleið þeirra. Þetta svona það helstu ógnirnar sem stafa af fuglum. Og svo náttúrulega eitthvað með, þess að við ekki spáði í þessi hljóð eins og var verið að ræðum síðast, hvað áhrif þau hafa á fugla. Það er alveg verið fyrir utan þetta. Hér eru 2 myndir. Ég ætla að reyna að nota bendilinn. Sérstu hvernig ger ég það? Rauðitakki, já. Hérna sem sagt, við höfum notað svo kallar sjónarhólsmælingar. Þá eru við staðsettir einhver staðar á einhverjum góðum stað þar sem sést vel yfir. Hérna er lítið svæði á Suðurlandi í Hreppunum, Skáldabúðir og þetta er radíusin er 1 kílómetri á hverjum punkti og síðan fylgjumst við með því hvaða fuglar fljúga frá hjá, hvað þeir fljúga hátt, hvað þeir eru margir, hverja tegunda, hvaða stefnu þeir taka. Sjáum við niðurstöður af öðru svæði, á Mosfellsheiðinni, þar sem þetta eru allt flugferlar og hérna er líka kílómetra radíus og það er reiknað með að einn aðtöfamaður geti hort í 180 gráður og sjáu svona fugla mestuleyti sem eru kílómetra fjarlæg sem fer nú mjög eftir stærð fuglanna reyndar. En þetta fylgir þessari skosku aðferð sem Þorvarður nefndi áðan. Hérna eru svo eyðublað sem við notuðum á einum stað og þetta er 2 kílómetra radíus hér á þessum sem var brúkað á þessu svæði og þessar punktar eru fyrir vindmyllur. Og svo eru upplýsingar sem eru skráðar niður, tímar og annað. Og ég ætlum ekki að fara neitt út í útreikninga á þessu eða annað. Hérna er svo þetta fyrir svæði sem ég sýndi ykkur áðan í flugferlar í Hreppunum og síðan eru hér líka svona sjónarhólar á öðrum stað og sést hvað sést, hvað er innan sjónlínu frá hverjum stað. Og svo er notað líka ratsjá og hún er bæði lóðrétt og lárétt, hún er snúið reglulega og þá er fylgst með sem sagt teknar stikkpröfur sem menn sitja þarna við ratsjáskjá inn í ákveðin tíma og vakta yfirflugið og hvaða tegundir eru og svo framvegis til þess að styrkja en ratsjáin skráir alla flugferla og allt flug á meðan að fugla fljúga yfir og framhjá. Og þetta eru skýrslur frá þeim á Húsavík.
Þetta eru flugferðlar við einmitt upp í Búrfell og hérna eru hérna, þið sjáu þetta voru 3 tillögur sem voru uppar, ég man ekki hvað ég held að endað á þessari og þetta eru sem sagt flugferðlar sem að þeir mældu á þessu svæði. Síðan höfum við líka verið að vakta hérna eða fylgjast með hvaða mófugla og aðra fugla líka sem verpa á hérna þessum svæðum. Annað hérna frá þessu svæði við Skáldarabúðir í Hreppum og hitt úr Meðallandinu. Hérna eru tekið snið, kílómetralöng snið og taldi varpfuglar. En hérna eru puntasnið og þá talið hérna að hverjum punti í 5 mínútur og allir fuglar, allir varpfuglar, hvað þeir eru að gera, hvað er langt í þá og hérna og fleira. Og hérna þetta svo dæmi vetrasnið sem það er svona inn í prógramin líka að rata hvað fuglar eru þarna veturnar. Þetta kamsmúli í Borgarfirði og hérna sniðlínur sem við gengum. Nú, hvar er hentugast að setja vindmyllur út frá fuglum? Það hlýtur að vera utan mikilvægra fuglasvæða eða svo kallar IPA-svæða eða Important Bird Areas, utan farleiða fugla og þetta á við farfugla eins og erni og þetta á við farfugla erni og aðra þá fugla sem flytja sig reglulega milli svæða og síðan á að reyna að forðast helst votlendi með ríkulegu fuglalífi. Hérna er dæmi svæði sem að mér finnst vera frekar óheppilegt, Staðarval. Menn fara svona af stað einhvern veginn bara þeir geta hremt einhverja jörð, keypt upp jörð eða leigt og það er ekki, og það var hérna með Sarnafar sem var lítið spáð í upphafi hvers konar svæði þetta væri. Þetta er á Laxárdalsheiðinni og þetta er IPA-svæði eða mikilvægt fuglasvæði. Sjáu til dæmis hvað þetta er mikið votlendi, rauðu, þetta er tekið að hausti myndin og þetta rauða hérna er allt mýrar. Þarna er mikið fuglalíf og þetta er svo flugferðlar arna, merktar arna yfir þetta svæði. Og hérna var, ég má ekki, þið hafið ekkert eftir mér, þið gleymið þessu bara leið, hérna var Arnarhreiður. Það má náttúrulega ekki segja frá því. En hérna, þannig að mér finnst þetta að vera svona dæmi óheppilegt staðarval fyrir vindmyllur út af fuglalífi. Og hér er svona eitt frægasta dæmið slæma staðsetningu á vindmyllum. Þetta er í Smöla í hérna Noregi. Þetta er eyja þarna við einhvers staðar nærri Þrándheimi og það hefur verið gífurlega mikið áflug arna á vindmyllur á þessu svæði. Þannig að þetta er hérna mjög gjarnan tekið sinn dæmi slaka eða lélega hérna staðsetningu og slæman undirbúning. Þetta er hérna úr Grein- og bændablaðinu. Það getur googlað þetta og það kemur upp endalausar greinar og fréttir arnardauða á þessu svæði og reynda fleiri ránfugla. Ránfuglar eru sérstaklega útsetti fyrir vindmyllum að fljúga á spaðana því að þeir reikna ekkert með ógn úr þessari hæð. Sko. Þeir horfa bara niður, þeir að leita bráð og reikna ekkert með því að það sé eitthvað hérna sem ógnar þeim í kannski 100-200 metrar hæð. Þeir eru bara að spá í, er eitthvað að éta á jörðinni þeirri og lenda þá bara í spöðunum og drepast. Síðan er það áhrif á mófugla. Það er annað sem að hefur
er skoðað í leiðinni og þið hérna, þetta er svo smátt hérna og ég sé svo illa. Stakka þetta. Já, að hérna, það hefur verið gerðar sem sagt ítarlegar rannsóknir á vindmyllusvæðum í Skotlandi og menn fundu það út að hérna, það dró mjög úr fjölda verpandi heilóga 79% á hérna kringum vindmyllunar. Það færði sig alltaf 400 metrar frá myllunum eftir að það voru gangsettar. Og við náttúrulega erum með stærstan hluta af lógustofn heimsins, þannig að hérna við erum þetta er ábyrgðartegund og við berum hérna ábyrgð á heiðlóginni, mjög mikla ábyrgð á heiðlóginni. Og spóan er líka reyndar og mörgum öðrum fuglum en það er sérstaklega lóan og spóin sem eru hérna stór hluti eða stærstu hluti, ég held að sé yfir 50% af spóum sem verpa hérna og 40% af lóum, heimstofninum. Og síðan var kannað á 12 heiðarsvæðum í námunda innvið vindorkuvera hvernig hérna hvað áhrif þetta hefði á mófugla. Og það kom í ljós að 7 af 12 tegundir rannsakaðar voru sýndu marktækt lægri tíðni nærri vindmyllunum. Og hérna og þetta voru hérna, þarna voru meðal annars fuglar eins og heiðlóa, hrossagaukur, fjöruspó og steindibill. En það voru líka þarna músvaggur og bláheiði sem ekki eru hér. En þúfutildingurinn var þetta hafi lítil áhrif á hann. Þetta nú við, þá var að þetta er alveg að búi. Það er að skoða samlega áhrif á ábyrgðartegundin eins og lóaspóa. Það er bara hérna, það er alltaf verið að athuga eitt svæði í einu. Það er aldrei hérna, það er aldrei tekið mið af hérna, það er aldrei tekið samlega áhrifin. Það er bara að skoða hvert svæði fyrir sig og ef þið hafið hlustað á Tómas Grétar daginn í háskólanum og erindans þar, það var mjög gagnlegt. Þetta er mynd sem ég stal frá henni Aldísi hérna á Náttúrustofnun. Við sjáum hérna hvernig fuglum þetta eru 5 svæði, meðal annars hérna á Úthéraði. Það er öllum fuglum að fækka að þeir standi í stað nema þeim sem að geta orpið. Þessu skógarhöstur, hann er í skógum og þrossagaukurinn, hann er í grennd við skóga líka. En þetta hefur öll mannanna verk, þau hafa áhrif á þéttleika máfugla. Hérna sjáum við samantekt hérna eru 4 atriði tekin. Það eru raflínur, vegir, hús og skógur. Og spói, þetta hefur slæm áhrif á spóa, öll atriðin hafa slæm áhrif á spóa, flest á heiðlóu og svo framvegis en nema skógarhöstur og hrossagaukur. Það er einu fuglarnir sem að þetta hefur ykkur jákvæð áhrif á, þessar breytingar á búsvæðum. Svo er verið að gera tilraunir með hérna varnir, þetta er að halda fuglum frá vindmyllunum. Myndavélar og ratsjár sem slökkva eða hægja á myllunum hafa verið brúkaðar. Og eitt blað eða neðri hluti stöpur sér smálaður og svo hljóð til að fæla frá fugla. Þetta er svona ýkt dæmi hvernig hægt er að skreita inn af vindmyllu til þess að fuglar sjá hana betur og fælist hana. En þetta er bara á tilraunastigi ennþá og það er ekkert við komið út úr þessu, engar niðurstöður eða neitt ennþá sem hægt er að taka mark á. Og svo hérna er svo bara skemmtilegt atvik af einu svona sjónarhóli í Meðallandinu sem félagið minn tók. Og þannig að þetta er ekki alls nefnt fyrir athugendur allavega, en ég þakka fyrir.
takk fyrir þetta. Þá skulum við taka örstutlíi, en ekki fara langt, heldur komið ykkur bara fyrir frammi og fá ykkur kaffi og með því. Og mér langar líka að vekja athygli á því að Þorvarður er með nokkur eintök af nýju bókinni sinni, Víðerni verndun hins villta í náttúru Íslands, og mér skilst að hún sé á okkur sérstöku, hvað sagðirðu? Kynningarverði. Já. Þannig að kíkjum á það. Takk fyrir.
Jæja. Þá skulum við bara byrja aftur. Held að það veit ekki það, fólk svona að koma sér aftur fyrir. En ég ætla bara að kynna næsta fyrirlesara, ef hann tilbúinn. Sællega blessaður. Já, næsta erindi flytur Andrés Skúlason, verkefnisstjóri hjá Landvernd. Gerðu svo vel, Andrés. Já, takk fyrir að kynna mig það er ekki tími í það. Þessi mynd segir okkur alltaf hvert viljum við stefna. Við erum með Elon Musk sem við getum tengt við Bitcoinið og orkuþörfina þar. Svo erum við með Dáin Havörn og svo konu hérna í Stalisari mynd einhvers staðar. Hún að horfa hérna yfir úthéraðið, yfir víðernin á laglendi úthéraðs. Og svo getum við veltið fyrir okkur hver á mestan réttinn þarna. Hver á að hafa forgang. Þetta barst bréf og þetta einhver merkilegasta frétt sem við séð núna í allir langa tíma og hún kom í dag. Og þetta allir magnað af því að við erum nú einu svona að ræða vindorku og orkuþörf á Austurlandi. Mikið talað orkuskort en þetta nú ekkert minna en forstjóri Landsnet sem segir þetta í Austurglugganum í dag. Engin ávinningur af frekari virkjunum Austurlands. Þannig að mér fannst nú bara alveg við hæfi að klippa þetta hérna inn. Annars langaði mig til þess að fara yfir hérna ummæli tilvitnun í ummæli sérfræðings og svo birti ég mynd af honum á eftir. Hann segir, þetta árið 22, helsti gallinn við, hann kallar þetta vindorkugarða, þeir taka mikið plás. Þess vegna sjáum við víða í Norður-Evrópu að það ekki mikið að landsvæðum eftir þar sem við vilja byggja vindorkugarða. Þess vegna hafmylubransinn í svona miklum vexti. Það líka sjónmengun og hávaðamengun frá þeim. Það ennþá fullt af vandamálum sem þarf að leysa til að geta kallað raforkuframleiðslu frá vindmyllum 100% græna orku. Það gerir mér nú samt í þessum bransa. Eftir að hafa búið erlendis í 15 ár sé ég betur og betur hversu sérstök náttúran á Íslandi er. Mér þætti því persónlega miður ef vindmyllur yrðu stór hluti af útsýninu á Íslandi. Hins vegar var allt í lagi að reisa 2-3 stóra vindmyllur þar sem eru stóriðju fyrirtæki. Og hver mælir svo? Það ekkert minna en verkfræðingur og vindorkuhönnuður hjá Ørsted í Danmörku. Einhver hefði kannski haldið fyrst að þetta var einhver ofstækisfullur náttúruverndarsinni, eins og við erum stundum kölluðum, en þetta nú bara og oft gott að vísa til þeirra sem að vinna við iðnaðinn sjálfan og þá hlýtur þetta að teljast full gilt. En hver hafa svo viðbrögðin verið hér á landi? Þorvarður, ég þakka Þorvarður fyrir að fara svona fögrum orðum um náttúrukortið. Ég nefnilega sé það sjálfur að færa inn á það og það alveg rétt hjá honum, maður hefur alltaf undan. Og ég færði akkurat þarna í síðasta verið upp á Mosfellsheiði við hliðina á Sefír í fyrradag. Þar sem að strax eru byrjuð mótmæli frá flugmönnum, sérstaklega engaflugi og öðru sem að mótmæla þar. En þetta er svona hluti sem ég geri oft á kottana bara heima kvöldin, en bakvið hvert merki þarna eru upplýsingar og ég bið ykkur endilum að vakta þetta og koma með ábendingar ef þið rekist á villur, en það alveg meirinn að segja að uppfæra þetta og standa vörð að vera með réttar upplýsingar af því að það viljum við gera. Ég með 40 vindorkuverkefni þarna og hann einmitt Þorvar að koma inn á það eru sum sem eru bara á svo litlu svæði, ég bara taldi þessum eitt, en það eiga að vera 41 eftir því sem ég bætti síðast inn.
Hérna bara svona gott dæmi, þetta eina svona vindmyllan sem að ég fann til að taka mynd af, ég tók þessa mynd sjálfur og þetta við Búrfell og þeir eru svo að fara í þetta vaðölduver og þar verður vindorkan 150 metra há og bara til að sýna ykkur sjáðu rauðapunktur hérna niðri, þetta sérst ég sjálfur, ég 1,78 á hæð, bara svo þið viti, þetta 77 metra há mylla. Það í vaðölduvirkjun verða nánast, helmingi hærri en þetta og aðrar og mjög margar aðrar, mörg önnur vindorkuver verða sem sagt alltaf 3 sinnum hærri en þessi 200 til 250 metrar. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur stærðirnar sem við erum að tala um. Og hérna horfum við einmitt inn Fljótsdalinn, mynd sem félagið Skarphéðinn, blessuð minningans tók þarna inn yfir, þarna sjáum við Fljótsdali, Snæfell og Vatnajökulsþjóðgarð og lífríkar heiðalendur og það sem við höfum rekið augun í það er hvernig vindorkuverum hér á Íslandi hefur verið valin staðsetning vegna þess að það nær undantekningarlaust. Talandi um líffræðilega fjölbreytni og vernd á lífríkum svæðum, þá hafa áformin nær undantekningarlaust sem hefur verið troðið alveg þráðbeint ofan á þau svæði sem eru votlend og mikið lífríki. Þorvar og ég bara var með sömu glærurnar og Þorvar að hluta. Þetta Klaustursel. En ég vildi bara koma því að framfæri. Þarna sem sagt úti við Lagafoss. Verður semst verið að spá í virkjun þarna. 160 metra háa vindmyllur. Ég vildi bara sýna þetta því að þetta gefur svona mynd af því að það nær saman sem sagt radíusinn við hinar vindmyllurnar sem innan Fljótsdalsheiði. Bara svo það sé sagt. Þannig að þegar maður kemur keyrandi þarna utan frá héraðsflóðunum, þá bara, þegar maður keyrir fram hjá þessum, þá getur maður að fara að sjá hinnar. Þannig að áhrifin eru slík. Þetta eitthvað sem að ég rak augun í fyrir nokkru dögum og vekur auðvitað svona áleitna spurningar hjá manni hvernig stendur á því að það svona gríðarlega ásókn erlendra orkufyrirtækja á Íslandi. Þetta Sefir. Og þeir verður bara fyrirgefið mér að ég skuli taka þá sérstaklega út. Þetta bara svona heimasíðunni hjá þeim. Það vekja athygli á því að það eru þrátt fyrir að Noregur og Svíþjóð séu svona margfalt stærri í ferkilometrum, talandi hvað vindorka þar mikið pláss. Þá áætluð 12 verkefni hér á landi. En í fyrirmyndaríkinu sjálfu, Noregi, eru bara 13. Og þetta akkurat Sefir fyrirtæki sem eigu hins opinbera, að stærstu hluta. En þeir eru ekki meiri trúaði sjálfur en að þeir vilja koma sem mest að þessu úr landi. Og bara talandi íbúafjöldan, ég meina stærð landana, þá þetta ekki nokkrum einasta takti við áformin. Þetta svo langt yfir öllu Þannig að það eitthvað skrítið í gangi og ég segi hvað veldur. Ég meina veikbara lög og við vitum alveg hver staðan þar. Það ekkert í gangi. Og svo veikbara stjórnsýsla, vegna þess að það bara getur komið hver sem og hent upp í áformum hvar sem og hvaða stærð sem Þetta ástæða fyrir að Þorvarði vantaði eitt flipa inn á kortið. Það eru 3 stór vindorkufyrirtæki með áform af Fljótsdalsheiði. 2 af þeim eru með 1000 megawatt í sinni mestu stærð áform. Þetta gula, ég var á fundi með þeim daginn og þetta ekkert 100% staðsetning en þetta einhver staðar þarna. Og ég get sagt ykkur að fram á eftir hverjir eiga hlut. En þeir eru ekki tilbúnir að blasta þessari staðsetningu strax.
Og allt þetta fyrir rafeldsneytisverksmiðju og mér á Reyðarfirði sem að ég er alltaf langt mál að fara út í að ræða það frekar. Hér semst vindorkan á við Lagarfljót sem áformum. Ég setti rauða flaggið þarna bara til þess að fólk átti að sjá því hvar væri toppurinn á Hallgrímskirkju. Ég get að lofa ykkur því að ég myndi ekki vilja búa í þessu húsi með blikkandi ljós, með hávaðan frá spöðunum og ásýndamengunina. En stóra ágreiningsmálið sem að ég tók næstu í þakið af Hilton daginn því ég myndist á við þar sem að KPMG var með ráðstefnu sem að hét með byrjun í seglin. Og þarna voru vindorkuhöfðingjarnir mættir allir, sveitarstjórnarmenn og aðrir. Og ég spurði bara ósköp sakleyslega, vil ég skýra út fyrir mér hvar þið ætlaði að fá jöfnunarorku til þess að keyra upp öll þessi vindorkuver. Fundarstjóri, ágætur vinur minn, Róbert Ragnarsson, sagði þetta nú pólitísk spurning. Og ég hváði við og hann sagði það tvisvar. Þannig að þetta bara spurningin sem að enginn vill svara í dag. Þannig að það einfallega ekki til neðan jöfnunarorka nema að hálfu Landsvirkjunar fyrir þau vindorkuver sem nú þegar búið að setja í nýtingu hjá þeim. Ekki 1 megawatt, en menn tala bara eins og samt sem áður þessi öll þessi verkefni eins og þetta sé bara orðin hlutur. Fólki líður þannig inn í sveitunum. Það þess vegna sem að ég fæ hringingu og við hjá Landvernd aftur frá fólki sem að bara líður eftir kynningar upp í sveitafélagunum eins og þetta sé orðin hlutur. En svo þegar maður spyrir þessari spurningu sem grundvallar forsenda fyrir rekstrinum, nei, það var engin svör. Nema að þeir eina sem ég veit það, að eftir að hafa átt fundi með hlutaðum, að þeir eru brjálaður út í Landsvirkjun því að Landsvirkjun vill ekki afhenda þeim meira. Ok, hvernig samtali við íbúa? Mér langar bara til þess að varpa þessu upp. Hvernig staða kynningum til dæmis stóra framkvæmdir? Þetta það sem að, ég hef farið á nokkuð marga íbúafundi og það hefur verið býsna fróðlegt. Þetta staðinu? Það hefur verið býsna fróðlegt vegna þess að það akkurat það þegar fyrirtækin koma á staðinn, kynna og halda fundina, þá talaður bara eins og þeir ætla að gera þetta. Og þannig líður fólki þegar það fer heim og það enginn sem og svo hafa sveitafélög tekið þetta lengra og lagst í skipulagsferli þó að sveitafélög og sveitastjórnarfulltrúar hafi sagt þetta, við erum bara að skoða þetta ekkit orðið að veruleika eða annað en svo halda þeir áfram með skipulagið. Og það til dæmis búið verkefni sem að Jóhann Óli sýndi á Laxárdalsheiðinni, allir að minni ykkur á það búið að staðfesta skipulagið þar af hálfu sveitafélagsins. Þó liggi ekki fyrir neina lögareglur. Og ég efast ekki að fyrirtæki mun koma á eftir og segja að þeir hafi lögmæta væntingar af því að sveitafélagið búið að staðfesta skipulagið sem að þýðir ekkit minna en það að þetta orðið að stefnu sveitafélagsins. Ok, það hafa verið viðbrögð við vindorkunni erlendis frá og akkur hafa þau aukist, það svona bara í takti við stærðina og fjöldans þar sem verið að setja þessi vindorkuveru upp, það segir sér bara sjálft. Og þetta ekkert bara í á Norðurlöndunum eða einhvers staðar, þetta út allan heim, þetta meiri segja í ríkjum sem að búa við sannarlega orkukrísu sem að við gerum ekki. Og þetta ennþá vandamál, það alveg sama á hvað fund maður fer með vindorkufyrirtækjum, þeir segja að við erum að endurvinna þessa spaða 100%, þeir vílaði ekki fyrir sér að segja. Þetta alveg sem með fuglana, þeir sem að Jóhann Óli fór yfir með áðan, að þess að segjast verið búin að finna lausnin á því hvernig á að koma í veg fyrir fugladráp. Það er bara eins mikið ósætt á að getur verið vegna þess að það verið að reyna að þróa þetta en það ekki búið að finna upp hvernig á að gera það. Og það eins með vindorkuspaðana. Ég held að ESB hefði verið að setja lög eða reglur núna það að skildi reyna að hætta að urða spaða árið 2025. Menn sögðu samt fyrir 3 og 4 árum þetta veri hætt, vindorkuiðnaðurinn Lokaorðin, svo eru bara svona fáeinir
bylgjikvellar og svo náttúrulega byrjuð andstaðan á Íslandi. Það bara íbúar, landeigendur og náttúruverndar fólk gengur upp á heiðar þeim til stuðnings. Og Skarphéðinn á þessa dásalegu mynd og þarna getið rétt ímyndað ykkur hvernig þetta mun líti út ef að verða komin 250 metra há mannvirki þarna fram yfir Snæfellið sjálft. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, ég sé það. Takk fyrir þetta. Þá komið að síðasta erindi kvöldsins og það flytur hún Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar Múlaþings. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman að sjá okkur svona mörg. Þegar ég fór í pólitík þá valdi ég ekki orkumálin völdu mig og þau eru miklu áhugaverðari heldur en ég hélt í fyrstu. Og ég hef kynnt mér málið talsvert, við höfum farið í vindorkuferð til Danmörku, við Jóna fórum þangað, svo var ég líka til Noregs, þannig að ég hef kynnt mér málið talsvert og sit í stjórn Samtaka orkusveitarfélaga. Það sem ég ætla að kynna hér í raun og veru, já ég hef kannski, þetta eru 2 fyrirlestrar sem ég er búin að splæsa saman í eitt, þannig að suma klára kannski ekki við, en við erum náttúrulega saminu hérna 2020 og við erum annað viðförmennasta sveitarfélag landsins og hér eru áætluð 2 verkefni í vindorku og þetta nú búið að fara yfir hér. Og það þá SEFIR hérna í Klausturseli, þetta nú staðfestar upplýsingar sem ég fekk frá honum Katli varðandi hvernig staðan á því Og ég held að þau eru svo sem að geta fara út í miklar vangaveltu með það. Hann tekur það samt fram að það ekkert víst að þetta verði svona stórt og það fari náttúrulega bara allt eftir í hvernig þörfin og orku verði og að það sé í raun og veru ekki verið að óska eftir orku hér fyrir austan eins og staðan núna. Síðan erum við með Lagafoss, það verið að tala um þessar 2 sem átt að setja sem hefur búið að fjalla hér áður. Nú, en þegar ég kem inn í sveitarstjórnarmálin þá var Stefán Bogi Sveinsson oddviti og Framsóknar og hann ákvað að það væri stórsnjallt að fara í einhvers konar vindorkugreiningu. Og það þannig að maður get ekki stækkað svona. Að reyna að ná böndum á þessu fyrir okkur sveitarstjórnarfólk að við vorum í umhverfis- og framkvæmdaráði saman og þá var svona spurningi hvað það, hendar Múlaþing vel fyrir vindorku eða hendar ekki vel, hvernig getum við vitað það, hvaða svæði hendar fyrir vindorku. Þannig að það var farið í það að veltaði fyrir sér, ég meina hvaða svæði það sem eru útilokuð og hvaða svæði henda og við keyptum þá vinnu af Eflu og þau gerðu bara fyrir okkur greiningu. Og þetta hét bara greiningu á hentuleika svæða til nýtingar og vindorku. Og það var bara sett fram þessi viðmið sem í lögum og reglugerðum og stefnustjórnvalda og svo vantar ákveðin innlend viðmið og þá var bara horft á fordæmi frá Skotlandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Og það sem var ekki tekið með inn í greininguna það var þessi sjónræmi áhrif nema bara mjög takmörkuðu leyti, ferðaþjónustu og útivist, fugla áhrif og áhrif á tiltekna vistgerðir. Það náttúrulega líka bara því að reynslan ekki endilega til staðar, við höfðum með engar harðbærar upplýsingar það hvaða áhrif þetta herfði á þessa greiningu. Og þetta var ekki til að búa til eitthvað staðarval, heldur bara svona svæðisbundið yfirlit. Og þá bara, ef við byrjum á því að fara við þau svæði sem hafa einhverja takmarkandi þætti og takmarkandi þættir til dæmis eins og við sjáum þarna, friðlýst svæði, þjóðgarðafriðlönd, náttúruvættið, hverfisverndarsvæði, óbyggð víðerni, samkvæmt þeirri skilgreiningu sem við erum að vinna með í dag. 5 km svæði umhverfis óbyggð víðerni, samkvæmt skilgreiningunni jöklar, vöttstarinn þetta og hitt, vatnsverndarsvæði, svæði þar sem að landhallin ákveðin, svæði í kringum þéttbýlin. Og þetta eru þá svona ákveðnir áhrifaþættir sem voru teknir inn í þetta líka. Hvaða umhverfis- og samfélagslegu þættir eru þetta? Hvernig vindur? Fjarlægð frá vegum, landhalli, fjarlægð frá flutningsmannvirkjum og svo líka landhæð. Það sem kom kannski upp úr krafsunni þess að ætti ekki koma neinum óvart og aðeins tæft á það hér áðan að það þetta með óbyggðu víðernin. Það kannski sá hluti sem að takmarkar en óbyggðu víðernin þau hörfa, þau hopa þannig að þú veist ef að menn ætla að ná svæðum út af þeirri skilgreiningu að vera óbyggðu víðerni þá það hægt.
Þannig að það var kannski ekki eins takmarkandi þáttur og við heldum en við gáum okkur bara það. Og þetta þá ráðgefandi niðurstaða. Og í þessu stóra sveitafélagi þá má náttúrulega glögglega sjá og þetta nú ekkert eitthvað vaðandi tækifærum svona við fyrstu sín. En þetta allavega ráðgefandi niðurstaða og hún faglega unnin og þetta fyrsta og eina slíka samantektin sem hefur verið gerð fyrir sveitafélag á Íslandi því sem ég best veit. Ég veit ekki til þess, Efla hefur allavega ekki gert fleiri svona greiningar. Þeir hafa heldur ekki gert greiningar hvað var þar vatnsaflið sem væri reynda bara kannski áhugavert að vinna. En þá má velta því fyrir sér sko hvað, þú veist, hvaða áhrif hefur þetta? Sko að því nú erum við að gera nýtt aðalskipulag og ég hef fengið nefnda til að fjalla það. Og við í okkar aðalskipulagi höfum ekkert endilega allt að segja. Að því að lög verndar og orkunýtingaráætlun segir bara mjög skýrt. Sveitarstjórnir skulu samræma gildandi svæðis aðal- og deiliskipulagsáætlanir verndar og orkunýtingaráætlun innan 4 ára frá samþykkt og við getum frestað ákvörðunu í alltaf 10 ár. Og ég ætla að segja hér að það ekki svo okkur þess að vera að bjóða okkur eitthvað, það ekki svo við megum hafa eitthvað sérstaklega skoðun á þessu. Ég get alveg sagt hér að það þetta þannig að við búum í lýðræðissamfélagi. Segjum svo að Klausturselsvirkjun sé að fara af stað og það taki sér saman hópi fólks, bjóði sér fram til sveitarstjórnar og vilji vera á móti því. Eða bara, já. Og þau nái meirihluta í sveitarstjórn. Það má velta fyrir sér, geta þau þá stoppað það af. Og ég ætla að vera rosalega leiðileg og segja að ég bara ekki alveg viss það, sko, að því að nú þeir að leggja fram tillögu það að fækka úr 10 árunum niður í 4 ár. Ekki það ég held að breyti ekki neinu, sko, að því það verkefnisstjórn rammaáætlun sem tekur ákvörðun þetta en ekki sveitarfélögin. Og verkefnisstjórnarinnar það tæft á því og ef maður kontrollfændar sveitarfélög inn í lögum verkefnisstjórn rammaáætlun þá koma þau sorglega sjaldan fyrir og í ferlinu hjá verkefnisstjórnar þá rosalega lítið tala við sveitarfélögin. Og það bara mjög oft sem sveitarstjórnarfólk og jafnvel bæjarstjórar fá upplýsingar einhverja fyrirhugaðar virkjanir bara jafnvel í fréttunum af því að það svo lítið samráð við sveitarfélögin. Burtséð frá hvað skoðum við höfum á einhverjum einstaka virkjanakostum. En það sem við ætlum að gera í okkar nýja aðalskipulagi og það ekki búið að samþykkja þetta, en ég ætla að sé þetta sýtla hérna. Sko, við setjum hérna, nýtingaflokkur rammaáætlunum verður eftir atvikum tekin inn í aðalskipulag í samræmi við umhverfismat og áætlun framkvæmdaraðila. Það að segja að samkvæmt lögunum að þá ber okkur að taka þetta inn í skipulagsáætlanir, en við erum að segja að við viljum ekki gera það fyrir en það verði farið framkvæmdaraðili fyrir að stað, af því að aðalskipulagsbreytingar eiga bara mjög vel heima með því þegar að umhverfismati fer fram. Allar áætlanir á einhvers konar orkunýtingu yfir 9,9 megawatt stórar framkvæmdir. Það má bara við getum gefið okkur það. Þannig að þá bara mjög eðlilegt og var bara mjög sérstætt að það þyrfti ekki umhverfismat og bara það þarf alltaf umhverfismat og þá raun og veru eðlilegt að það sé tekin þá aðalskipulagsbreyting samhliða því. Við segjum hérna, horfa skal til skýrslu vindorku við val á heppilegum svæðum til vindorku. Þetta það ber allt sem við teljum okkur geta nýtt þessa greiningu í af því að eins og ég segi verkefnisstjórn rammaáætlunar ekki að skoða okkar aðalskipulag þegar þeir að skoða virkjanakostin eitt sérstaklega því að aðalskipulaginn það bara breytt jafnóðum og verkefnisstjórnin hefur þetta svolítið í höndum sér. Þannig að við höfum bara því miður ekki smikið þetta að segja og margur myndi kannski vilja en ég ætla samt að segja sko sveitarfélög og ég bara aðeins að fá að fara hérna því pólitík og svo get ég leyft mér að segja stundum. Það margt gott búið að koma hérna fram og það auðvitað þannig að lukkurittararnir, eins og við kjósum að kalla þeir semja bara við landeigendur. Við hjá sveitarfélögunum, við vitum ekkert alltaf af því. Og við vitum ekki, ég hef aldrei séð landeigendasamning, þannig ég veit ekkert hvað kveðið á í þessum samningum og ég hjá sveitarfélaginu. Skiljið, þannig að þá má velta fyrir sér, ok, þetta þá bara hvert annað viðskiptatækifæri, það bara einhver aðilar sem koma til inn og segja, herru, við ætlum að vera með business í þínu sveitarfélagi, við ætlum að fara af stað með eitthvað svona viðskiptatækifæri, það í orkunýtingu. Já, ok, flott, og hvað það sem að þið getið boðið okkur upp á hérna hjá sveitarfélaginu? Og ég ætla að taka hérna svona smá skúta á þessu. Þegar við erum að máta sveitarfélagið inni, hvað hentar fyrir atvinnuuppbyggingu, þá veltum við þetta fyrir einhverjum nokkrum hlutum. Tekjur sem renna til sveitarfélagsins í gegnum fasteignagjöld eða útsvar, til dæmis mjög heppilegt fyrir okkur að fá stór hótel. Hótel geta skila gríðarlega miklum fasteignagjöldum. Og hvað mörg störf sem fylgja starfseminni? Nýtist þetta til frekar og annarra tækifæri, afleidd störf af þessu
og hvaða áhrif hefur þetta núverandi innviði samfélag, umhverfi og náttúru. Tekjur og vindorku eru því miður bara eins og staðan í dag, bara undirstöðu vindmylla eru andla fasteignaskatts. Við erum bara hérna fasteignagjöld af þessu. Útsvarið þannig að á Austurlandi framleitt 28% af landsframleiðslu raforku. Landsvirkjun hér með 14 starfsmenn af sínum 285. Orkusalan með 3 af sínum 27. Af því að störf í orkuvinnslu, þau verða þar sem orkan nýtt, ekki þar sem hún framleidd. Og þá má velta fyrir sér, nýtist hún til annar og frekari tækifæra. Þarna má sjá Bjarka og bak við húsið hans sést í Fljótsdalsstöð og raforka á Kárahnjúkum, hún nýtist honum ekki neitt af því hún fyrir öll niður Reyðarfjörð og svo náttúrulega situr hann uppi með dreifbýlisgjald raforku og horfir á Fljótsdalsstöð. Síðan til dæmis hægt að nefna dæmi Stuðlagil sem áin sem var sannlega virkjuð til þess að búa til Hálslón, að þar ekki ennþá komið 3 fasa rafmagn, þannig að það hefur ekki skilað okkur því að við fáum einhverja flýting á innviðum, þetta verður ekki flýtt innviðunum neitt, þannig að atvinnutækifærin upp á dal, þau bíða því að þetta samkvæmt líftíma Rariks á lögnunum að þá þau bara aftast. Og síðan ætla bara að ógleymdum þessum þáttum sem að ykkur mjög umhugaðum og ég bara tengi mikið við og ég ætla að segja að það ekki að vera náttúruverndarsinni til að hafa sterkar skoðanir á þessu málefni. Þetta getur gengið alveg þvert inn í alla flokka að áhrifin á umhverfi náttúrusamfélag geta verið gríðarlega mikil. Og það náttúrulega NIMBYismin sterkastur og sérstaklega í vindorkunni. NIMBYismin sem sagt not in my backyard sem mikið fjallað um. Þannig að svona samantekið þá myndi ég ekki segja að þetta atvinnutækifæri eða þessi uppbygging á þessu viðskiptamódeli sé eitthvað rosalega hagstæð fyrir sveitarfélagið. En það náttúrulega alveg hægt að breyta því og það væri bara eðlilegt að sveitarfélagið fæ kannski bara eitthvað sanngjarnar fasteignatekjur af þeim fasteignum sem orkumannvirki krefjast. En mér finnst niðurstaðan vera svolítið hvert ríkið að stefna, af því að tala kannski veikburða stjórnsýslu eða hvert að væri lagasetningin. Ég held að sé bara algjör skortur á í raun og veru stefnu í málaflokknum. Og það hafa mjög margir kalla eftir þessar stefnu, allir hafa sína forsendur fyrir því. Og það hefur verið lögð drög einhvers konar stefnu, við getum flestu öll verið sammála um það að allt sem utan miðhálendislínu sé skynsamlegt og röskuðum svæðum sé skynsamlegt og ég held að umræðin hafi þroskast alveg helling. En við vitum þetta alveg, ég náttúrulega framsóknarkona þess vegna setja ég eigu íslenska ríkisins, við erum ekki allir að vera sammála um það. En í tengslum, og þetta eitthvað sem við vitum, þetta þarf að vera tengslum einhvers konar sveiflujöfnun, alveg svo hefur komið fram. Þannig að ég ætla bara að ljúka máli mínu á því að segja að ég bara hvet íslenska ríki til þess að fara í einhverja gagngera stefnumótun í þessum flokki af því á meðan eru bara lukkurittararnir að fara að gera landeigenda hinga og þanga og það ekki endilega sveitarfélögunum til hagsbóta eða neinum og væntingarnar eru úr hófi fram og umræðan einkennist af upplýsingaóreiðu. Takk. Takk fyrir þetta og takk öll fyrir áhugaverð og fróðleg erindi. Þá langar mig að biðja ykkur öllum að koma ykkur fyrir í pallborði og líka hana Jónu Árný Þórðardóttur bæjarstjóra Fjarðabyggðar sem ætlar að vera með. Og þá fel ég Björgu Evu, framkvæmdastjóra Landverndar og hún ætlar að leiða pallborðið. Og þau ætla að fá þennan? Já, viltu ekki bara? Þau ekki fá þennan? Og rétt á milli sín. Ætlaðu þú að vera með þetta? Ég þarf ekki neitt, ég ætla ekki að tala neitt. Nei. Nefnum bara hátt í byrjun. Já.
Já, ég held það. Það kveikt á þessu. Og við höfum þetta þannig að því að þetta bara hálftími ég ætla að spyrja einnar opnunarspurningar og svo fáið bara að spyrja. Og þá skuluð ekki spyrja alla vegna þess að þá ekki pláss fyrir nema eina spurningu, þannig að bara spyrja þann sem þarf að svara. En eftir þetta allt saman þá heyri ég ekki betur en að allir séu sammála að þessi vindorkugarðar séu rosalegir og ekki neinum til hagspóta nánast. Þannig að þá bara nærtækt að spyrja hver þörfin og hvað hægt að gera til þess að vernda náttúruna og það hægt með svona orkuverum. Og ef við byrjum hjá sveitarstjórnarfólkinu og það þá Jóna og svo Jónína og svo tökum við bara röðina. Og ég ber ekki upp spurninguna aftur, þið heyrðu það öll. Hún var reyndar aðeins í lengri kantinum en hérna... Já, þetta er 2 spurningar í rauninni. Hver þörfin og hægt að verja náttúruna og hafa vindorkugarða? Sko, hver þörfin? Það náttúrulega veltur svolítið á því hvað maður að sjá fyrir sér að nýta orkuna í. Það hefur verið unnið að því og það ekkert launingamál. Það hefur verið unnið að því að horfa til orkuskipta. Ef við bara horfum út frá þeirri vinnu sem hefur verið í gangi hjá aðilum sem bæði tengjast svæðinu Reyðarfirði og upp í Fljótsdalshreppi. Ég þekki svo sem ekki í hvaða verkefni sé fyrir að horfa með verkefni upp á Klausturseyði. En það verið að horfa til lengri tíma með orkuskipti og nýtingu á rafeldsneyti til þeirra atvinnugreina, meðal annars flutningageira og annað sem að eru á svæðinu. Það jafnframt verið að horfa til þess að horfa á hringrásina sem að mögulega væri hægt að nýta þessu samhengi, varma sem kæmi frá þessari starfsemi og annað slíkt. Hinn spurningin snýr að því hægt að vernda náttúruna. Nú þau verkefni sem allavega eru búin að fara á stað í fyrsta skrefið í tengslu við ramman, það að segja kynning á matskýrslu, þar náttúrulega þau verkefni eru allavega komið þangað inn og þar ákveðin vinna unnin. Núna held ég að sé fyrst og fremst vera að fókus á það að afla meiri gagna og vinna að rannsóknum og veit ekki betur en að það sé unni að því bæði fuglarannsóknum og vindmælingum og annað slíkt sem að til þarf, þannig að það sé hægt að meta áhrifin með greinanlegum hætti áður en farið af stað. Svo það pínu óljóst ennþá, en reikna með að sé mínúta á mann í þessu svari. Sko, hver þörfin? Ég held að það sé alveg ljóst að það þörf og það það sem að flestum deilur hversu mikil hún Við gefum okkur bara þessi þörf bæði til frekari atvinnuuppbyggingar og líka til orkuskiptana. Sko, tækifærin liggja náttúrulega í því bæði að auka afl í því vatnsafli sem við erum að nýta og síðan mætti alveg horfa á vindorkuna með bara mjög takmörkuðu leyti, bara þar sem það hentar á þegar röskuðum svæðum, bara svo ég tali fyrir mitt leyti, sko. Ég held að umræðan hún einkennist af rosalega stórhuga áformum og mér minnir að þegar ég fór til Noregs þá var talað að það voru 2-3% af öllum verkefnum sem urðu að raunveruleika þar. Ég held ég sé ekki að ljúga. Ég held við séum að horfa fram á eitthvað svipa hér en já, ég held að þetta sé alveg möguleiki og þetta á einhver staðar alveg örglættur svo maður sé ágætlega en alls ekki alls staðar og við verðum að vernda okkar náttúruna. Ég mjög hrifin af miðhálendislínunni og ég mjög hrifin af því að vernda votlendið okkar en það alveg eflaust einhverjir staðir sem henta vel. Já, þetta með orkuþörfina, nei, það ekki þörf á meiri orku í dag að því við eigum eftir að taka umræðuna hvernig við ætlum að fara með hana. Skulum byrja þar, hvernig ætlum við að fara orkuna, forgangsraðinni, þá kemur í ljós skapa atvinnustefnu, þá fyrst kemur í ljós hvort að vantar orku. Þetta með orkuskiptin, rafeldsneytisverksmiðjur og annað, ég satt með formanni sem að stýrir samtökum rafeldsneytisverksmiðja á Íslandi bara á fundi í síðustu viku, mér sé þetta aldrei löngu fundi og
þar kom í ljós að þróunin hefur ekki náð lengra en svo að það er að hennar mati áratugir í að verði þetta að nýta rafelsnetið á skip, vil meina flugvélarnar verði á undan. En vandinn stóri við þetta er það að við þurfum til þess að búa til 1 megawatt af rafelsneti, þurfum við, ef við erum að tala metanól eða ammoniak, þá þurfum við 4 megawatt af endurnýjanlegri orku. Bara svo þið skiljið hvað það er langt í land og hvað þetta er gífurlega orkufrekt. Þess vegna er rafelsnetis stærsta verksmiðjan sem hefur verið sett í matsáætlun, hún hljóðar upp á 845 megawatt. 1 rafelsnetis stöð. Það er ekki nokkur einasta leið að sýna fram á þessi hægt að finna orku fyrir. Þannig að því miður þá á þessi orkuskipta eða þessi, rafelsneti á þetta bara of langt í land og svo var bara, eins og við sýndi ykkur á Glæru áðan, að mati forstjóra Landsnets, þá er ekki þörf fyrir frekari raforkuframleiðslu hér á Austurlandi per se. Nú fyrir ég að ganga til því, þú búinn? Já, ég veit ekki, þetta er nú ekki beint svona mitt svið að svara því hvort að svara þessari spurningu, en ég langar samt Já, það er það þarf bara að ríkisstjórnin þarf að móta stefnu í þessu máli. Það er búið að vera að bíða eftir einhverjum frumvörpum í fleiri ár. Það gengur hvorkinni rekur. Eða allavega ég hef ekki séð neitt svona vitrænt koma út af því sem hefur verið gert. Og það verður að vera, það eru endalausi lukkurittara sem er að vilja setja vindmyllur út um Hvipinn og Kappinn. Alveg saman hvort að það bara ef þið fá jörðagóðu verði eða gera hagstæðar samninga við landeigendur, þá eru þeir roknir af stað. En það er alveg saman hvort að með lífríkið eða annað eða útsýni eða þýjunlíkt. Það er bara, þetta er það er einhverja hvatir aðra heldur en umhverfismálin sem búa þarna baki. En ég er búinn að keyra rafbíla á 4. ár og það er alveg draumur í dós, get ég sagt ykkur. Já, þegar ég var að taka saman fyrir 2 árum allar þessar helstu vindorku virkjanir sem að voru á áætlun þá, sem eru eflaust meira núna, að þá var það reiknaði að samanlagt afl þeirra væri meira en það sem er nú þegar virkja á Íslandi, þannig að þurfum við allar svo orku, ég held að svara sé nei. Þannig ég held að við þurfum að fara mjög varlega í þetta og til hvers eru við að virkja þessu orku, er það fyrir stóriðju, er það fyrir alþjóðleg fyrirtæki sem að borga litla sem ekki skatta á Íslandi, þá er svarið líka nei. Hvernig getum við vendað svæði fyrir vindorku uppbyggingu? Mér dettur svo sem aðalega bara í hug að fókusa á vistgerðir sem eru til dæmis bara vendar í náttúruverndarlögum eins og votlendi og fleiri. Þannig að, já, mikilvæg fuglasvæði og þannig að ég held að það sé bara mitt. Já, þegar maður er síðastur þá er náttúrulega búið að segja allt sem maður myndi vilja segja. En sko ef ég svara frá hjartanu þá er svarið við fyrir spurningunum bara einfallega nei. Ég er samt ekki kategórist á móti vindorkuverum. Ég held að þau geti og muni koma fyrir einhvers staðar í þessari orkuflóru sem við höfum en á mjög fáum stöðum. Varðandi náttúruverndina, það er ekkert annað í boði heldur en að standa vörð náttúruna. Það er bara ekkert annað í boði. Og það er hluti af þessari upplýsingaóreiðu sem að hefur því miður stöðugt verið að ágerast, er það að snúa hlutunum á haus. Það mátti skilja það að loftslagsmál væri mál málanna og leið að loftslagsmál væri bara orkumál. Og þetta er náttúrulega algjört bull. Og þannig hefur verið inni núna í nokkur ár markvisst að því að búa til árekstra á milli hefðbundinna náttúruverndar og loftslagsmála.
aðgerðir í loftslagsmálum. Þetta verður að stoppa. Takk fyrir, og þá ætlar hún Guðrún að hlaupa með hljóðnemann og það er pláss fyrir nokkrar stuttar skýrar spurningar á þá sem ætla líka svara stutt og skýrt. Hver er fyrstur? Spurning komin. Já, Pétur Heimisson heiti ég og mér langar að spyrja af því að það hefur nokkur sinnum komið fyrir hugtakið óraskað svæði. Nei, þegar raskað svæði. Og í því sambandi langar mig að hafa þann formála að eins og ég skynja umræðum það, þá fylgir sú hætta að með því að eiga virkja á þegar röskuðum svæðum, þá getur maður með þeim rökum bráðum virkja landið allt, og sem dæmi vil ég taka Klausturselsvirkjun, þar sem að svæðið er ekki síst raskað af því að það gengur í gegnum það tannstöngla lína, altså samanburður sem gæti verið þannig að við séum með göngustaf versus símastöður. Og mér langar aðeins að fá komment þitt, Þorvarður, á þetta. Já, þakka fyrir Pétur. Já, einmitt að ef þið skoðið náttúrukortið og skoðið Klaustursel út frá þekjunni víðerni, að þá sjáu þið það að það sem að eyðir víðernunum þarna í kring, það er einmitt þessi raflína. Og þetta hefur verið svolítið leikur hjá framkvæmdaaðilum að staðsetja fyrirhugaðar framkvæmdir einhvers staðar þar sem að er önnur framkvæmd sem að raskar eða sem að skerðir víðerni. En hins vegar nú má ekki tólka þannig að ég sé, sko, ég horfi bara faglega kalt á það sem ég sé með Klausturselsvirkjun, þá er hún í fyrsta lagi mjög nálagt skilgreindum víðernum, bæði í kortinu sem ég gerði og í kortinu sem kom frá Wildland Research Institute. Í öðru lagi þá erum við að tala þar, ef ég man rétt, vindmyllu með 250 metra spaðalengd. Jafnvel þótt að væri 200, þá sjást það samt í 20 kilometra fjarlægð. Og þá þar farnir að sjást sko innan, ekki bara innan miðháleslíninu, heldur líka innan vatnajökulsþjóðgarðs. Þá ég bara að horfa í þá áttina, sko. Þannig að sem sagt, svona miða við núgildandi lagaskilgreiningu á víðernum, að þá væri þetta vindorkuver að eyðileggja, skerða stóran hluta af þeim víðernum sem eru til staðar þegar þú ert búin að taka tillit til skerðingaráhrifana sem verða af raflínunni. Ég sé ekki neitt hafa beðið orðum, mig langar þá að fá skjóta inn einni spurningu. Ætla einhver annar að svara þessu? Má ég bæta við þetta? Já. Sko það er þannig að vakt einmitt að því að myndist á Klausturselsvirkjun, við erum að tala alltaf 500 megavöttum, þá er það ekki svo að þar sem raflínan er, sem skilgreindur sem þegar raskað svæði, þá nær svæðið sem að vindorkan þekur yfir svo langt frá þessu raskaða svæði til þess að koma þessu fyrir að það hlýtur að vera orðið umdeilanlegt hvað er á röskuðu svæði þegar menn telja þessi bara nóg að vera við raflínur eða tengivirki, en þegar vindorkuverin eru það stóra þau ná jafnvel 10 kilometra út fyrir þetta raskaða svæði, þá er þetta orðið svona, getum við sagt, á mjög gráu svæði hvernig þetta er skilgreint. Það var komin spurning í viðbót. Já, mér langaði að spyrja Jónu varðandi grænan orkugarð og þessar hugmyndir þar er tæknin sem á að nýta tilbúin, sem sagt þetta fína rafelsneti, geta skipin nýtt þetta, og af því þú talaðir áðan nýtingu varma, nú veitum við að það er nægur varmi hjá Alcoa sem ekki má nýta. Hvers vegna má nýta þennan varma? Takk fyrir þessa spurningu.
er tæknin tilbúin. Það er verið að framleiða ammóníak í dag sem það rafeldsneyti sem að menn myndu framleiða úr vetninu. Varðandi nýting á skipum þá eru komin vélar sem að menn telja, sem eru komin í virkni sem eru svona hybridvélar, þar sem að nota bæði. Menn segja markaðurinn fyrir vélarnar svona í kringum 2030, eitthvað svoleiðis. Þá séu menn að fara í þessa umbreytingu og við megum ekki gleyma því að það er búið að setja markmið, það er búið að skrifa undir samninga í Parísarsáttmálanum. Íslensk stjórnvöld eru búin að skrifa undir það að þau ætla að draga úr losun og einhvers staðar verður það að koma frá. Þannig að það er alveg augljóst að það er búið að hanna öll þau kerfi, ETS-kerfin, þar sem menn eru að rauninni að gera jarðefnaeldsneytið óhagstæðara og rafeldsneytið að einhver leyti hagstæðara til þess að búa til hvata þannig að menn breyti yfir í annað eldsneyti. Þannig að já, tæknin er til, já, menn eru með svona, það er framleitt svona eldsneyti í dag og meira sé að notað víða í iðnaði og skipa þróunin, hún helst að einhver leyti í hendur við þá aukningu sem menn er að vinna með í tengslum við þetta útskiptunarkerfi, álagið á jarðefnaeldsneyti. Þannig að það mun haldast í hendur. Hver var seinni spurningin? Nýting á varma, já. Það er alveg rétt, það er hellingsvarmi sem kemur frá Alcoa Fjarðaáli. Það sem að nýting á glatvarma var kannski hugtak sem að menn voru ekkert að vinna með hérna 2004-05 þegar menn voru að hanna verksmiðjuna á Reyðarfirði. Það er mjög erfitt að hanna eða bæta inn í þegar byggða verksmiðju föngunarkerfi á varman. Þess vegna er verið að horfa á þetta núna þegar verið að vinna með rafeldsneytisverksmiðjuna að það sé hannað strax á undirbúningsstigi að menn ætli að fanga aukaafurðirnar sem koma í þessu framleiðsluferli og það er varmi annars vegar og súrefni hins vegar og nýta það áfram til frekari þróunar eða frekari nýtingu í samfélaginu okkur. Þannig að ég held að megin ástæðan fyrir því að varmin í dag er ekki nýttur í mörgum af þeim verkefnum sem hann er til er einfallega að það var ekki gert ráð fyrir föngunin á hann þegar menn hönnuðu verksmiðjuna. Þetta var bara ekki umræðefni hérna fyrir 20 árum síðan að fanga varma, menn bara kynntu opninu og opnuðu gluggan sko. Þetta var bara sko, það er bara allt annað mál en grunnurinn í fönguninni sem slíkri er líka atriði og væntanlega þá bara þetta hvernig menn stilla því upp í upphafi varðandi þá samninga sem eru gerðir í framhaldinu. En það er hluti af heildars þetta uppsetningin á verkefninu eins og það er núna er að það væri hægt að nýta varma til annara verkefna á svæðinu. Það er þannig sem uppsetningin á verkefninu er. Já, Þorvarður. Já, mér langaði bara aðeins að hérna nefna sko í framhaldi því sem að Jónína sagði að varðandi samráðsleysi, ég tek undir það en ég hins vegar að því ég hef nú setið í rammaáætlun í faghópi að sko málið er það að þegar í rammaáætlun 4 að þá fengum við á borð til okkar 34 hugmyndir af vindorkuverum. 34. Og þetta kemur til okkar, kemur til rammaáætlunar frá Orkustofnun. Megnið af þessu var dregið tilbaka því það var ekki hægt að hérna, láta í té þar grunnupplýsingar sem voru nauðsynlegar. En þetta er eitt svona megin gallin á þessu öllu saman að hérna, það koma einhverjar hugmyndir, meira að minna gáfulegar, ég ætla að segja glórulausar, en sem gáfulegar,
þær hafa ekki fengið neina umfjöllun hjá viðkomandi sveitastjórnum, þær hafa ekki fengið neina kynningu hjá íbúum viðkomandi byggðar og svo, þú veist, fagfólk í rammaáætlun, þeim gert að meta þetta oft með afskaplega takmarkaðar, algjörlega ósamræmdar upplýsingar. Það engi staðlar hvaða upplýsingar þurfa að liggja fyrir, hvernig á að gera sýnileikakort, hvernig á að gera ásýndarmyndir og svo framvegis. Og þetta leiðir til þess að þetta fer bara í endalausa tafir og það sem kemur út úr þessu ekki nærri því eins gott eins og það gæti verið. Og fyrir utan þetta allt saman, hvað var það landslag og víðerni, það vantar okkur alveg grundvallar rannsóknir. Þekkingastaðan varðandi ýmsa þætti á náttúru Íslands mjög gloppótt, en þegar kemur að landslag og víðernum og þá hún bara nánast 0. Ekki alveg svo slæmt, hún miklu lakari heldur en annað. Þannig ég vildi bara taka fram að ég vil ekki meina að þetta sé vandamál rammaáætlunar eða rammaáætlunar kenna, þótt að eflaust mætti líka bæta samráðið þar, eða frá þeim. Já, ég ætla að bæta við að Skipulagsstofnun hefur náttúrulega staðið bara frammi fyrir einhverju sem hún hefur aldrei staðið frammi fyrir áður og þeir hafa lent í bölvuðu brasi við að semja að hafa dreigist vonum viti hjá þeim að koma frá sér álitum á þessum vindorkukostum og þá kemur við aftur á þessu stefnuleysi sem fleira hafa verið að nefna, það verður að marka stefnu fyrir landið allt og segja bara Landvernd gaf ykkur tíman út bækling fyrir nokkrum árum sem sagt vindorku og ég held að það þurfa að fara að endurútgefa hann og uppfæra. Já, ég vil taka undir með Þorvarði og Jóhanni líka varandi frekar í rannsóknir vegna þess að við bara staðreyndin svo að við langt á eftir viðmiðunarþjóðum þegar kemur að rannsóknum. Það alveg sama hvort að það á náttúruminjum, menningarminjum, jarðsögunni okkar. Við áratugum á eftir í rannsóknum og svo kvarta mér undan því að hvað framkvæmdi ganga hægt en á sama tíma ganga hlutirnir út á að skera niður akkurat þessa fjármuni sem að þarf til að rannsaka sem þá til þess að þá frekar til þess að flýta verið verkefnum. En ég ætla að svara Jónu varðandi 2030 að þá séu einhverja líkur á því að verið búið að starta skipum með ammoníaki eða einhverju vetni þá metanóli þá það einfallega þannig að það ekki nokkur lifandisleið að knýja þessi skip með þessu nýja eldsneyti nema skipta bara út öllum flotanum. Það ekkert flóknari það og ég sé það ekki hendi fyrir mér að það verði gert 1, 2 og 3 og hvað þá fyrir 2030. Í annar stað þá eins og ég sagði árið nýlega búin að sitja fund með þessu fólki sem að tala fyrir þessu rafeldsneyti og það sem Jónas svaraði ekki var auðvitað það að það hversu gríðarlega orkufrekt þetta að umbreyta yfir í rafeldsneyti og til þess þarf endurlíflega orku og það bara svo stór þráður í götu að þetta ekki, það verður að nást betri árangur í þessari þróunar rafeldsneyti til þess að þetta sé raunhæft. Það kemur ekkert annað til greina. Heyrðu, og það ein spurning eftir allavega úr salnum og svo förum við nú bara, svo bara tíminn að vera búinn. Og Jóna hefur líka beðið orðið, þannig að það fæst líka. En vilt taka spurninguna fyrst? Já. Þetta fer til Jóna. Mér langar að vita í þessu áætluðu verkefni rafeldsneytis verksmiðju. Hvað stendur á blaðið, hvað fyrirhugað eða hvernig að skapa jöfnunarorku? Andri segist að hann hafi ætlað að eiga síðasta orðið en ég búin að ná því af honum.
Sko, það hefði nú verið heppilegra ef það hefði verið nú bara boðið fulltrúa þeirra sem eru sérfræðingar í rafeldsneytis framleiðslunni hér á þennan fund, svo ég segi það nú bara eins og er. Varðandi jöfnunorka, þá það náttúrulega bara viðfangsefni þeirra sem að vinna að verkefninu og þeir eru allavega það jákvæðir enda og það full vinna í gangi. Það búið að semja við aðila til þess að vinna í fuglarannsóknum, það verið að vinna í vindorkurannsóknum, það búið að því að mér fannst hérna áðan, nú ætla ég bara sem afkomandi landeiganda líka að segja það er alveg líka landeigendur sem eru til staðar sem að væntanlega líka að hugsa sitt land. Þannig að mér finnst svolítið mála upp að það sé aðgengi að landeigendur sé þannig að það sé nóg að mæta með bara samning og þá skrifi allir undir. Það bara alls ekki þannig og þeir geta haft mismunandi ástæðu fyrir því að þeir vilji uppbyggingu á sínu landi eins og allir aðrir. Þannig að en varðandi nú ég búin að tapa þræðin með spurningunni, jöfnunarorkuna, já, það allavega þannig statt núna að menn eru að vinna undirbúningsvinnuna, menn væru ekki komni þetta langt í þeirri vinnu og skuldbinda sig þetta mikið í undirbúningsvinnuna öðru sinni hefðu væntingar jöfnunarorkuna. Þannig að ég get ekkert svara fyrir þeirra hönd hér, það er ekki þannig. Þannig að það spurning sem þarf að beina til þeirra. Ég vil líka að því að menn hafa aðeins verið að ræða á þessum grunni sem að ég hef fullan skilning á að svona margir vindorkukostir á okkar eyju séu mögulega ef að mann væri farið í þetta allt saman væri óraunhæft. Ég held að umræðan hafi svolítið verið einmitt þetta, menn vilji fá fram stefnuna, menn vilji fá fram lagaumgjörðina, menn vilji fá fram niðurstöðu svo að sé hægt að vinna málin áfram. Og það þá bara niðurstaða stjórnvalda, hvernig þeir vilja nálgast það. Ég get ekki betur heyrt en að stjórnvölda ætla að standa við þau markmið sem þeir eru búin að setja sér í orkuskiptu. Þá hljótaði einhvern veginn líka vera að hugsa hvernig ætlaðu að gera það. Þannig að ég held að við getum öll sameinast að því að kalla eftir því að þessi löggjöf komi fram. Það búið að vinna mikla undirbúningsvinnu á ýmsum sviðum, bæði varðandi afgjöldin af orkumannvirkjum, það búið að vinna mikla undirbúningsvinnu varðandi undirbúning lagaumgjörðarinnar og annað slíkt. Þannig að núna þetta svolítið komið að því að fá fram stefnuna, sýnina, hvar ætlum við að vera 2035, hvar ætlum við að vera 2040, ætlum við að standa við markmið orkuskiptin eða ekki. Já, og með því líkur þessu pallborði og það hægt að draga það þó saman að við viljum öll það sama, við viljum öll stefnu og engum hérna fannst mér lítast á öll þessi stórfenglegu áform ef þau yrðu öll að veruleika. Allir voru sammála að fólk talar ekki nógu mikið saman. Það á líka við umhverfisverndina og ég held að það væri mjög mikið sem að sveitarfélög og umhverfisvernd gætu gert saman í að þrýsta á stefnu frá stjórnvöldum. Takk fyrir að vera í pallborði og yfir til ykkar. Já, þetta var nú alveg svakalega fróðlegt og bara okkur langar bara að þakka öllum sem koma að þessu með okkur hjartanlega fyrir og þá sérstaklega náttúrulega fyrirlesarum fyrir þeirra fróðlega innlegg og öllum sem gáfu færi á sér í pallborðinu. En umræðin náttúrulega hvergi nærri lokið og en við höldum nú að við höfum fengið gott veganesti hér til þess að halda áfram að ræða málin. Já, takk. Ég vil bara taka undir þakkir. Rosalega gaman að sjá okkur hérna öll og takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur
og mér langar líka bara að ítreka að það alltaf hægt að hafa samband við Naust og við Landvernd hvað sem náttúrutengt sem ykkur liggur á hjarta, þannig að bara endilega verið í bandi og ekki hellings snarl eftir frammi. Þið megið alveg fara að fá okkur áður en þið farið heim. Takk fyrir.